Mig langar til að syngja fyrildanna flug og mýflugur og maura sem oft mér kom í hug. Og ég með nýjar freknur og frísk og rjóð í kinn og sumarið mitt yndi og sólin vinur minn. Hvað þetta eru dásamleg börn sem þú átt. Og svo vel upp alin. Já, ekki kvarta ég. Nei, þeir mætti nú vera. Kurteis og góð og hljóðlát. Alveg hreint dásamlegt að vera með slíkum börnum. Herðin, áfram, gagn! Guðsjós næst. Hver þau ósköpunum? Herdeilstaðarnir, handleggir teygja fram. Mikið held ég að ég verið fínasta stelpan í boðinu. Já, hér ég komin. Ég var svolítið feimin og var að skipa mér á stað, annars hefði ég aldrei þolað inn. Velkomin, Lína mín. Þú svo góð. Ef þú vissir hvað mér þykir gaman að fá að vera hérna. Ég sko aldrei áður fyrir kökuboði. Við skulum hafa það svo gott. Já, ég vona það. En farðu nú og sestu hjá Tomma og Önnu þannig. Já, gott. Viltu skoða myndalbumið okkar? Já, ég skal gera það. Fyrst ég nú að heilsa upp á þessar fínu frýr. Til hægris nú! Herdeild áfram gagn! Herdeilstaðarnir, handleggir teygja fram. Jóhanna, hvernig að vera Lína Langsokkur? Það bara alveg ótrúlega gaman. Já, er það ekki akkurat orðið sem lýsir Línu Langsokkur? Ótrúlega gaman. Jú. Það er allt einhvern veginn ótrúlega gaman. Já. Hvernig að setja sig inn í karakterinn Línu Langsokkur? Við erum mjög líkar fyrir þannig, það ekkert eitthvað það erfitt. Þú ert kannski bara Línu Langsokkur allan daginn? Já, svona kannski næstu því. Hvernig hugsar Lína? Hvernig lítur Lína á lífið? Ég held að hún horfir bara á lífið og að finna eitthvað skemmtilegt í öllu, aldrei neikvæð. Hún að gera gaman öllu eins og pabbi hennar týndur og hún reynir samt alltaf bara að segja að hann komi aftur og hún bara finnir eitthvað skemmtilegt í öllu. Abbi, hvað segir þú gott? Hvernig er að vera Tommi í Línu Langsokkur? Það geggjað að vera svona bara einn af aðalhlutverkunum og ógeðslega mýfjör. Hefurðu leikið eitthvað áður? Ég var bara í grunnskólaleikritum og síðan í fyrra í 3,5 ár. Ég leik þar Gunna, síðan hitti fyrra í Annie. Sem sagt þegar LMA setti upp leiklistarfélag Menntaskólans á Akureyri. Þú ert Anna. Já. Hvernig gengur að koma sér inn í karakterinn Önnu? Það gengur bara mjög vel, sko. Hvernig er svona stemmingin hérna í hópnum? Er gaman að taka þátt í þessu? Það er rosalega gaman að taka þátt í þessu og það er allir rosalega skemmtilegir og já. Þið eru alltaf rosalega mikið saman þessa daga, svona þegar þið eru að æfa. Já, klárlega, við erum alltaf á æfingu einlega frá 6 til 10 á hverjum degi. Lögðum frá 11 til 3, síðan í frí og sundum. Við myndum stóra heild og góða heild. Ertu eitthvað með apalæti fyrir utan sviðið eða er það bara hérna á sviðinu sem þú leyfir að vera apinn? Ég held að það sé bara á sviðinu. Ekkert heima? Nei. Hvernig upplifun verður það fyrir áhorfendur að koma og horfa á Línu Langsokkur? Ég held að þau muni bara upplifa smá hvernig það var í fortíðinni þegar þau horfðu á þetta sem barn og bara hafa ógeðslega gaman. Þannig að það er líka fyrir þá sem eru búin að sjá Línu, fullorðnir, en líka krakkar sem eru að sjá þetta kannski í fyrsta skipti. Já, það er bara að allir hafa gaman af þessu. Er þetta drauma hlutverk svona hjá stelpu sem er að hefja leikferil? Já, mér finnst það alveg ótrúlega gaman. Þetta er svona fyrsta hlutverkið mitt þar sem ég í svona stóru leikriti sem ég er aðhlutverk, þannig að mér finnst það mjög gaman. Það verður væntanlega ótrúlega skemmtilegt að klára og fá loksins að sýna verki sem maður er að æfa. Það verður náttúrulega bara frábært líka. Það fer svo rosalega mikill tími í þessar æfingar. Og það verður bara svo gaman að sjá bara loka útkomuna upp á sviði og fyrir fram á fólk. En Halla, það er alveg stjörnubjart. Komið og sjáið.
Mömmu líður alveg áreiðanlega mjög vel núna. Hugsið hvað það hlýtur vera fallegt á himnum þegar svona fallegur á bakhliðinu meira að segja. Já. Það er þetta óskastýr í stjörnurnar, vissið þið það? Er það hægt? Já, það er til sérstakar óskastjörnur. Sjáu þessar stóru. Ég held að þetta sé örugglega óskastjarna. Það væri æðislegt. Góða nótt, Lína. Sofðu vel. Og dreymið þið vel. Góða nótt. Við sjáumst á morgun. Hvenær verður frumsýning á leikritinu? 16. nóvember og það er uppselt á hana. Og verða margar sýningar? Já, ég held bara þangað til að fólk hættir að vilja koma. Þá ætlið þið að sýna? Já.